Annars konar úrtök eru aðgengisúrtök og þau eru fengin þegar eingöngu eru framkvæmdar mælingar á þeim viðfangsefnum sem eru þægilega aðgengileg rannsakendum. Þá verður úrtaksspjægi vegna þess að ákveðin viðfangsefni þýðisins eru líklegri til að vera aðgengileg rannsakendum en önnur. Sá spjægi getur verið mikill og valdi því ekki hægt að draga ályktanir út frá fengnum mælingum. Sem dæmi aðgengisúrtök væri ef við myndum koma okkur fyrir hvað ég var að segja í Kringlunni og spurja fólk þar. Það má vel vera að fólk sem ákveður að fara í Kringluna á einhverjum ákveðnum tímapunkti sé eitthvað öðruvísi heldur en restin af þýðinu sem við erum að reyna að fullyrða eins með þegar við sendum hvað ég var að segja á okkar bara hreinlega vini, að það væri þá líka aðgengisúrtök og svo mætti lengi telja. Annur algeng tegund úrtaka eru sjálfboðaliða úrtök og sjálfboðaliða úrtök eiga við þegar viðfangsefnin eru fólk og þá eru eingöngu framkvæmdar mælingar á þeim sem bjóða sig fram til þess. Og hér verður úrtaksspjægi vegna þess að ákveðin viðfangsefni geta verið líklegri til að bjóða sig fram en önnur. Oft getur svo spjægi orðið svo mikill að lítið er hægt að álykta út frá þeim mælingum sem fengnar eru. Svona netkannanir, þar sem við erum á einhverju síðu og erum beðin að taka þátt í einhverju könnun, það er gott dæmi sjálfboðaliða úrtök að því að við veljum sjálf hvort að við ákveðum bara að halda áfram og sleppa því að svara eða svara spurningunni. Þannig að maður á að taka niðurstöðum frá svoleiðis könnunum með fyrirvara. Og við skulum taka dæmi þetta er nú dæmi frá 2011 en á alveg við en þann dag í dag, en hér er spurt Reykjavík síðdegis, þetta er netkönnun og spurt hversu hlynntur eða andvígur ertu því að gera hlé á aðildarviðræðum við ESB. Og hér sjáum við að 55% sem svara eru mjög hlyntir, 34% eru mjög andvígir og svo ekki nema 4%, 3% og 4% hér sem eru nokkur hlyntur, hvorki né eða nokkur andvígur. Svona niðurstöðu sér maður oft í svona sjálfboðaliða úrtakskönnunum af því það er iðulega fólki sem hefur sterkar skoðanir á málefninu sem verið er að rannsaka sem ákveður að taka þátt. Hinir sem hafa ekki myndað sér sterkar skoðun á málefninu, þeir eru minna líklegir til þess að taka þátt. Og ég er nokkuð viss að ef framkvæmt hefur verið sjálfboð eða fyrirgefiði slempi úrtakskönnun þá væru niðurstöðunar frábrugðnar þessu. Og við skulum hreinlega skoða eitt slíkt dæmi þar sem við getum borið saman sjálfboðaliða úrtak og slempi úrtak, en aftur Reykjavík síðdegis sem er sjálfboðaliða úrtak og þetta er fyrir kosningar 2012 og þar er spurt ef gengið yrði til kosninga nú hvaða flokk myndið þú kjósa. Og hér sjáum við 35% sjálfstæðisflokkurinn og næststærsti flokkurinn í þessari könnun hér er þessi ljósblái, það eru hægri grænir. Og við þekkjum kannski ekki vel þennan flokk hægri grænir enda komst hann ekki á þing. Og við sjáum hér, þetta er 13. til 17. desember 2012, á nákvæmlega sama tíma er gerð almennileg könnun þar sem notast er við slempi úrtak og við sjáum hér að fylgi hægri græna mælist í 2,6% sem er ansi mikill munur á niðurstöðunni frá sjálfboðaliða úrtakinu þrátt fyrir að þetta sé gert á svipuðum tíma. Svo við þurfum alltaf að taka niðurstöðum sem koma úr þessum sjálfboðaliða úrtakskönnunum með miklum fyrirvara. Nú hér annað bara til þess að við höfum alltaf líka í huga hvaða orðalag er notað þegar verið er að spyrja. Skoðum hérna fyrri myndina, þetta er 2010 og þar er spurt, ert þú hlyntur flatri niðurfærslu skulda landsmanna 18%? Og hér er 62% segja jú já, ég er hlynnt því að
fella niður skuldir 18%. Nú, daginn eftir, þetta 17. september, 18. september, spurt: ertu hlynntur flatri niðurfærslu skulda landsmanna 18%? Og svo bætist við: ef það þýðir hækkun skatta og hærri vexti á lán. Og þá sjáum við að þetta algjörlega snýst við. 29% segja já, 71% segja nei. Svo hér skiptir miklu máli hvernig spurt Nú, aðeins vöndunmælinga, að það oft svo að okkur tekst ekki að framkvæma mælingu á öllum viðfangsefnum sem við höfum valið í úrtakið okkar. Þá talum við að það vanti mælingu fyrir viðkomandi viðfangsefni. Við þurfum að passa okkur á þessu. Það má ekki eingöngu líta þær mælingar sem náðist að framkvæma, því það má vel vera svo að það sé líklegra að það vanti frekar mælingar hjá einhverjum svona ákveðnum viðfangsefnum heldur en öðrum. Og þá sem sagt líklegra að þau viðfangsefni lendi ekki í þessu minnkaða úrtaki, og það veldur úrtaksbjaga. Svo hér verðum við að fara varlega.